Kæru kennarar og aðrir góðir gestir. Við viljum byrja á því að þakka Landvernd fyrir þetta framtaka efna til þessarar afmælisráðstefnu til þess að fagna 20 ára afmæli grænfánaverkefnisins á Íslandi. Fjölmargir grunnskólar og leikskólar í Reykjavík og út all land hafa notið góðs af grænfánaverkefninu og þeirri vönduðu fræðslu sem að Landvernd hefur boðið upp á í því alþjóðlega verkefni. Við stöndum á þeim tímamótum að loftslagsvandi heimsbyggðarinnar slíkur og umfangið með þeim hætti að við þurfum einfaldlega að grípa til tafarlausra aðgerða ef ekki á illa að fara. Ísland virðist kannski ekki vega þungt í alþjóðlegum samanburði, en náttúra okkar fjöregg sem við berum öll ábyrgð á saman og framtíð ungu kynslóðarinnar líka í húfi. Svo tilefnið sannarlega æri til þess að bretta upp ermar og endurskoða vinnubrögð okkar, lifnaðarhætti, samgöngumáta, neyslu og hvernig við göngum náttúruna. Talandi að breyta vinnubrögðum, þá mikilvægt að gera sig grein fyrir því að það getur enginn leyst loftslagsvandan upp á sitt einsdæmi. Og árangur í þessu málaflokki stendur og fellur algjörlega með því að við vinnum saman, tökum höndum saman og störfum hlið við hlið úr þeim ólíku áttum sem við erum að koma. Rétt eins og kveðið á í heimsmarkmiði 17 hjá Sameinuðu þjóðunum sem fjallar einmitt samstarf. Það hefur verið leiðarljós okkar varðandi samstarf ríkis og borgar, fagsaflóahafna, skipafélagana, Eimskips og Samskipa og Veitna sem að ég hef komið að sem stjórnarformaður fagsaflóahafna og tengist því að rafvæða hafnirnar okkar landið. Og samstarf og heimsmarkmið 17 líka meginhvatinn á bakvið samstarfsverkefni sem við höfum kallað vitundarvakningu loftslagsmál í grunnskólum. En þar höfum við tekið höndum saman, skóla- og frístundaráð fyrir hönd Reykjavíkurborgar, Klappir, Landvernd, Sorpa, fagsaflóahafnir, Órigó og aðilar, bæði opinberir aðilar og einkafyrirtæki í Slóveníu og Noregi. Klappir, hugbúnaðarfyrirtækið, á heiðurinn af verkefni sem hryggjarstykki í samstarfsverkefni okkar vitundarvakninguna. Þetta verkefni heitir Grænskjáir og Jón Ágúst Þorsteinsson, forstjóri Klappa, fer fyrir þessu verkefni. Hvað eru grænskjáir, ef við byrjum á því? Já, gaman að segja eitthvað frá því að grænskjáir þegar við höfum verið að þróa þetta konsept með fjölda aðila dálítið langan tíma og þetta verðlaunaverkefni í Evrópusambandinu og hefur fengið töluvert mikla athygli fyrir utan Ísland líka. En það það hvernig en þetta fjallar það að miðla til ungra barna eða krakka í grunnskólum upplýsingum loftslagsmál. Og vinnan þannig gerð að við tengjum skólan, notkun á heitu vatni, notkun á köldu vatni, úrgangsmál og fleiri þætti umhverfismála inn í hugbúnað Klappa og streymum því síðan inn í ákveðin viðmót sem þróuð fyrir grunnskólana. Á þessu viðmóti þá sjá krakkarnir hvernig skólanum gengur í loftslagsmálum. Já, það sem svolítið magnað í þessu verkefni að þið hjá Klöppum búin að koma upp gagnagrunni í raun og veru kolefnisfótsporið í hverjum einasta grunnskóla í borginni og þetta ekki bara ein mæling með stöðun í dag þegar eigið gagnagrunn núna allmörg ár aftur í tíman, ekki sant? Jú, við vorum svo lánsum að hefja samvinnu við Reykjavíkurborg 2015 og frá þeim tíma höfum við verið að safna gögnum ýmsa þætti í starfsemi eða í umhverfismálum borgarinnar og meðal annars hefum við náð utan alla grunnskóla borgarinnar og þekkjum nokkuð vel hvernig umhverfisálag skólana lítur út. Þannig að við erum að vinna þetta mjög mikið á gögnum og sögulegum gögnum og vonumst þá til að geta nýtt það til að hjálpa skólunum að verða umhverfisvænni. Hvernig sérðu fyrir að kennarar og nemendur geti nýtt þessi gögn í bara daglegu starfi í náminu, í skólastarfinu? Sko það skemmtilega við loftslagsmálin að þau hafa svo margar hliðar. Þetta náttúrufræði, þetta starffræði, þetta eðlisfræði og svo framvegis.
þetta líka daldið, og það sem mikilvægast í þessu að börnin sjálf, nemendurnir, skólinn þeirra vinnustæður og þau geta sett markmið fyrir sinn vinnustað. Sagt, við ætlum að draga og losun gróðurhúsalofttegunda frá okkar vinnustað 30% fyrir 2030. Þegar þau setja sér þetta markmið, þá setja þau þetta inn í tölvukerfið, þetta markmið, og tölvukerfið síðan að mæla hvernig þau gengur ár frá ári, mánuð fyrir mánuð. Og þá geta þau farið að grípa til aðgerða og sagt okkur gengur vel á þessu sviði en okkur gengur ekki nógu vel með þetta. Hér þurfum við að takast á við að of mikið matarsóun eða við notum of mikið að heitu vatni. Og þá geta þau sagt ef við notum of mikið að heitu vatni, við þurfum að mæla þetta betur eða við þurfum að skoða betur hvernig við spörum vatnið og grípa til aðgerð. Og tölvukerfið virkar þannig að þau sjá það strax að það sem þau hafa gert, það skilar árangri. Og þá fara krakkarnir allt inn frá því að vera svona án verkfæra, án yfirsýnar, þá fara þau allt inn að vinna með verkfæri, þau fara að skilja betur hvað þau geta gert til þess að draga losun og þau fara líka að skilja þætti eins og hvað kílóvattstund, hvað CO2 ígildi, hvað eru tonn CO2 ígildi, er það mikið eða er það lítið, þannig að þau fara inn í heim fullorðna þegar þau vaxa á grasi með fullkomin skilning á öllum þessum þáttum loftslagsmála. Nú sjáum við bara í umræðun og það alltaf athyglisvert að bara það var frétt í fréttablaðinu á mánudaginn í þessari viku það að loftslagskvíðinn mjög vaxandi og það á svona sem ekki bara við Ísland, þetta er alþjóðleg þróun og það var rætt við lektor upp í Háskólanum í Reykjavík sem var að benda á þetta að þessi tilfinning svona vonleysi að verkefni sé svo risavaxið að það sé eiginlega ekkert hægt að gera mjög sterk hjá nemendum í framhaldsskólum og háskólum út allan heim og þessi tilfinning fer vaxandi. Þetta í sjálf sem mjög eðlileg tilfinning þegar að maður ungur og setur sig inn í þessi mál og veltir fyrir sér sko, hvaða margt sem þarf að laga. En hvernig getum við þegar við erum að horfa á yngstu kynslóðuna, nemendur í grunnskólum, ef við byrjum á ungmennunum sem við erum að fara að tala við sérstaklega í þessu verkefni, hvernig getum við í raun og veru komið þeim skilaboðum að framfærum að verkefni sé alls ekki vonlaust þó að það sé stórt í sniðum? Já, það eins með ungt fólk eins og bara okkur öll að við erum í aðstæðum þar sem okkur líður illa og við höfum ekki tilfinningu fyrir því að við getum gert neitt, þá fyllast við kvíða og ótta yfir þeim aðstæðum sem við erum í. Það sem við erum að reyna að gera með þessu verkefni að gefa þeim tæki og sýna en það hægt að gera margt. Þau raunverulega að færa þau taldið inn í heim fullorðna og við erum að færa þau inn í heim þar sem þau segja ok, við skiljum að við höfum hlutverk og við höfum mikilvægt hlutverk, við erum bara einstaklingar í heiminum eins og allir aðrir og við getum gert okkar og það ekki verið og þegar þau gera það þá búa þessi til áætlun, markmið og þá finnir þeim að líða vel þegar þeir geta sagt, ok, nú ætlum við að minnka matarsóun, nú ætlum við að minnka draga neyslu, við ætlum að tala við mamma og pappa þarna heima, þau eru ekki að flokka og svo framvegis og allt inn þau komið verk, það er draumur okkar og bara sýn okkar að þeir einstaklingar sem fer gegnum þetta prógram, eða þetta verkefni, grænstjórverkefni, þeir bara kvíðin hverfi, þeim fara að líða vel og þau fara að skilja hlutina og þau átta sig á því hvað þarf að gera. Þegar þau fara svo inn á vinnustæði, þá allir vinnustæði konur á fullt í þessu, þannig þau fara inn í umhverfi sem heldur áfram að færa þeim verkfæri, færa þeim tæki og tól og svo framvegis og það sem núna að gerast til dæmis í atvinnulífinu að atvinnulífið að fara að sjá ok, þó það verkinu var bara til þess að fá gott starfsfólk þá verðum að takast á við loftslagsmál því að unga fólki mun ekki vilja vinna hjá fyrirtækjum sem
ekki sína ábyrgð í samfélagsmálum. Þannig að við erum að reyna að tengja þetta allt saman, við erum að vinna með fjölda fyrirtækja, við erum að vinna með sveitarfélögum og svo erum við að fara inn í skólan til að taka yngstu kynslóðina, þannig að hún sé tilbúin til að komi svona sterk inn í lífið. Og svo þetta vekur það manni bjartsýni að sjá að unga kynslóðin, ég meina breinbrjóturinn kannski Greta Thunberg sem hefur farið og sagt Donald Trump og ýmsum valdamönnum til syndana, gert það með mjög áhrifaríkum hætti og hérna heima hjá okkur erum við með ungt fólk sem hefur verið að mæta niður á Austurvöll í loftslagsverkföll og gerði það mánuður saman og heldur því vonandi áfram. Þannig að þetta snýst að kveikja neistan hjá unga fólkinu og áhugan á því að takast á við verkefnið en vissulega líka að svona eignarhaldið verði það breytt að þetta sé ekki afmarkað við örfá einstaklinga heldur í raun og veru alla, því þetta þannig verkefni að við þurfum öll að taka þetta til okkar. Algjörlega, og við vonumst til náttúrulega að skólinn þetta sé bara hluti af daglegu lífi skólans og daglegri kennslu. Þú veist, þetta er hægt að taka þetta inn í kennslunum svo víða, það er þetta að kenna börnum markmiðasetningu, það er þetta að kenna þeim aðgerðaráætlun, það er þetta að kenna þeim að hugsa setja sig og mæla og það er þetta að kenna þeim í starffræðinni, það er þetta að kenna þeim í náttúrufræði og bara öllum félagsvísindum, allt sjálfbærni og Ísland í svona, við erum að fara í Slóveníu núna og við erum að fara í Noreg með sama verkefni og það er svo líka gaman fyrir íslensk börn að tengjast og gegn þess að stafræni tækni þá getum við tengt börn í Slóveníu við börn á Íslandi og þau geta borið sér saman, þau geta fara að hafa samskipti og þá fáum við líka þessa tilfinningu unga kynslóðina fyrir því að við búum í heimi sem allur að glíma við þetta. Við erum ekki við erum öll að glíma við þetta og við þurfum að standa saman, ekki bara á Íslandi, heldur þurfum að standa saman út allan heim. Og við lítum á þetta sem langtíma ferðalag, þetta ferðalag, við erum að stíga okkar fyrstu skref núna og ég vona þetta eftir að fylgja okkur og skólum landsins langa framtíð. Teikundi það og næsta vers í þessu verkefni loftslagsþing grunnskólana sem við erum að efna til í Ráðhúsinu 25. febrúar. Vonandi verða samgöngutakmarkanir ekki í fjöturum fót þar, en þar erum við einmitt að boða bæði fulltrúa kennara í grunnskólunum og nemendur og þetta verður bæði fræðsla og síðan vinnusmiður þar sem að menn byrja að setjast niður og átta sig á verkefninu hvert umfangið í okkar nærumhverfi, í okkar skóla og hvernig getum við tekist á við vandan og snúið vörn í sókn. Já, það verður mjög gaman. Takk fyrir þetta Jón og það verður gaman að vinna með þér og öðrum samstarfsaðilum okkar í þessu verkefni. Takk sömuleiðis, við erum óskaplega spennt fyrir þessu verkefni og gaman að koma í þessu vör, virkilega gaman.